Já, góðan daginn. Ég ætla að fara hérna aðeins yfir grjótgarðinn sem er svona að mínum mati dálítið vanmetið system fyrir svartan og það getur komið upp hérna. Ég ætla að fara hérna yfir eitt ákveðið afbrigði núna. Nú ég nefni bara E6 í fyrsta leika því að það er svona allt í lagi leikjaröfur þá sem hafa ekkert á móti að fá á sig franska vörn sko. En það er líka að leika F5 í fyrsta leik og svo E6 og þetta getur komið úr ýmsum leikjaröfum. C4, F5, G3, hittar F6, biskup G2. Já, þetta er en hefðbundni grjótgarður hérna eftir D5. Ég ætla að byrja á því að fjalla eina ákveðna hugmynd sem hefast nokkuð skemmtileg. Það er þekkt í þessu að hvítur vill yfirleitt ná þessum svartrætta biskup hjá svörtum sem fer oft á D6 og hvítur eru ofta að leika rittari C3 og síðan rittari H3 og biskup F4 eftir C6, biskup D6. Ég ætla að byrja að fara aðeins hérna yfir rittari F3 og þá er svona hefðbundna væri C6 og þetta og ég mun skoða það betur síðar. En ég er dálítið hrifinn af biskup E7. Það er svona dálítið sjaldgæft framhald en þetta er Richard Rappaport og konan hans sem er skákkona frá Serbíu ef man rétt. Það er bæði verið að tefla þetta. Hugmyndin er sem sagt hrókering að leika þá rittar 1-4 sem fær interesting merki. Og við ætlum okkur ofta að fara með rittaran á C6 og leika svo H7, H5 og svo H4. Þetta er svona, það verður allt öðru í sér stað en venjulega í grjótgarðinum. Nú, ég ætla að byrja hérna ég ætla bara að fara lið fyrir lið, það eru fjölmargir möguleikar. Ég ætla að byrja á rittari D2 og hér er plani hjá hvítum að leika sem sagt rittar 1-5 og rittari DF3 og ná góðu valda á E5 reitnum. En svartu kemur í veg fyrir það með rittari C6 sem er mínum að upprópunumerki, E3 H5 upprópunumerki. Það er sem sagt þetta sem mér fannst mjög skemmtilegt sko. H4 getur option. Ég ætla að byrja á B3, það er bara H4 og svartu færir unnið það sem maður vill. Rittar 1-5, tefla svona H4 og þetta endatafl hér var til dæmis þægilega á svartan. Ég har allavega engin vandamál hjá svartum hér. Sjáum að biskupin á G2 er alveg glataður greið eins og er og mér finnst þetta betra svart. Já, þá var það H4. Það var G5 upprópunumerki, tefla svona. Staðan er lokuð, þá var þetta að leyfa sér svona svart. Við myndum auðvitað vilja fljótlega leika biskup D7 og langrókir og svo en það er ekki víst að sé þörf á því ef við fáum að leika H4 bara hérna í góðum feeling. Rittar F3 drónin G7 og segjum
rittari H4, þá rittari E7 sniðuleikur með rittari G6 næst og hvítur undir mikil pressu þarna á kóngsvæng. Þannig að þetta er aldrei sniðugt að það er svona skemmtileg hugmynd að leika biskup E7 eftir rittari F3 sko. Þetta er ég bara hugsa þetta þegar hvítur leikur rittari F3 en svartur verður að tefla hans öðruvísi á móti öðrum leiðum sko. Maður er hókering. Já, það eru fleiri leikir. B3 það er svona hefðbundna hugmynd oft í hérna grjótgarnum að skipta upp á svartættbiskum til þess með biskup A3. Þá rittar C6 upprápunverki. Við erum ekki að leika C6 í þessu, heldur rittarinn fyrir vild á C6. Segjum biskup A3, biskup F6 er þá upprápunverki í nýjung. Og pressum á D4-reitin, við höfum leik, þá var hugsanlegt að drepa hérna á C4. Þannig að hvítur leikur E3, H5 upprápunverki. Dróning C2, H4, rittari C3. Ég getur A5 verið ágætisleikur að þess að stöðva hvítan hérna á drottningvæng. Hrókur D1, rittari B4. Ég ætla að sýna hérna smá framhald B6. Hér er líklega best að drefa með F-piðinu og það geti telt svona, það var eitthvað sem ég var að skoða. Svartur er piðun yfir hérna og C5 fær upprápunum ekki. Þetta er nú svolítið langt svona fram í tíman en bara sína svona cirka hvernig getur telst svartur vinnur piðu á B3. Þannig að ég held að já, B3 rittari C6 þá er biskup B2 líka valmöguleiki að valda D4 piðu þannig að H5 rittari D2 H4 við skulum byrja á að drepa á E4 þá geta þetta svona H3 fara upprápunverki þá er biskupin alveg lokaður hérna á H-inum og B6 og þessi stað er betra á svartan. Það er alveg á kristaltæru. Skulum baka. E3 annar leikur, H-tröpur, biskup F6. Nú, það verðist ekkit vera sérstakt fyrir hvítan að reyna að drepa þarna. Dróning G5 er líklega betra á svartur að fara að leika biskup D7 og vantarlega langkrókir af fljóðlega. Geti telt svona líka. Bara svona sína hvernig það svona hugmyndin teflist. Rittar eina 5. Geti verið ágætt að tefla þetta svona. Dróning eina 7. Hrókur C1, biskup D7 og það er bara þessi klassíska hugmynd að fara langkrókina og ég held að svartur sé með skemmtilega stöðu. Svartur getur síðan fara að leika G5 dróningi fyrir H7 og það er mikil svona ógn af hálínu fyrir hvítan. Skulum baka. Ég náttúrulega fara svolítið hratt yfir þetta en bara svona ég vil aðalega fólk sjáðu svona hvernig þetta getur þróast staðan.
Já, B3 búið. Dróning C2 er svona interesting option fyrir hvítan held ég. Hér er líklega best að leika C6 sko. Rittari C6 býtur ekki alveg að vel hérna sko, rittari C3, biskup F6, rókur D1 og það er svona, það er rauninni ekki mjög gott að finna þess að sókn þarna á kongsvangi í þessu sko, þannig að sókering biskup F4 og þetta er kannski aðeins betra á hvítan sko. Þannig að eftir dróning C2 þá er líklega betra að leika C6. Þetta er svona það sem er ágætt að punkta hjá sér. Segjum B3 með hugmyndinni að skipta upp á við sko byrja biskup B2, H5 rittari C3, H4 er svona óljós staða að mínum að B3 og biskup A3 er annað möguleiki og hér nær hvítur þessum langþráðu uppskiptum á biskupnum en á móti kemur rittarinn er út á kanti og við veitum öll hvað er sagt þá dróning 1-7 og það tekur svolítið tíma fyrir hann að komast aftur í spilið og segjum rittari C2 þá getur þetta alls svona og hérna D-tripu C4 próbunummerki, lærdómsríkur leikur þarf ekki alltaf að hafa þetta alveg að loka sko, stundum er þetta að láta stöðuna breyta karakter og C5 og það er færi á báða bóa og biskupinn er að fara B7, húkurinn á C8 og svo framvís mér líst ekki illa á svartstöðuna P-ið á C4 er þetta aldrei veikt húkur AC1 er annar leikur biskup B7 þetta er C2 hvíti vil náttúrulega bæta stöðu rittarans en hér er F4 sterkur leikur sko og já, svartur er með held ég alveg ágætis færi líka hérna sko það er náttúrulega einfaldi leikir væntanlega framöndan hrókur AC8 geti komið til greina biskup A6 ýmsum stöðum að sjá þetta segjum rittari D3 ætla sér ekki bara best að drepa hérna já rókur F6 getur verið sterkuleikur og svo fara með hinn rókin F8 já ég held að þetta sé nú bara svona jafnt sko í rauninni skulum baka já þá ætla ég að fara í það sem ég til í rauninni vera besta svari hjá hvítum við þessu maður er náttúrulega alltaf að vera objective en ég veit alveg að þessi lína er kannski ekki svona alveg 100% svart en samt alveg áhugaverð sko rittari C3 held ég að sé sterkasta framhaldið sko C6 og drepa á E4 en það er ekkert víst að það sem með hvítt sé að fara átt sig á þessu sko eftir er E4 rittarinn að 5 það blir svona biskup F4 fara upp próbunummerki hrókering F3 hvítur pressar strax þarna á miðborðið drepið hrókudrepur og þetta er auðvitað aðeins betri stað á hvítan en maður á alveg hreinskilið með það en svartur er samt svona
nokkuð solid sko. Hann er ekki auðsigraður í þessu sko. Hrókur einar 1, þá er D-drepi C4 upprópunumerki. Hrókur D8, þá er svartur búin að búa til veikleik á D4 en á móti kemur að SS-reiturinn er veikur. F4, biskup einar 8 upprópunumerki. Nú ef hvítur dreipur á E6 þá kongur F8 og ég held að þetta sé bara jafntefli eða jafnt, biskupinn að fara F7 en hrókur E5 biskup Gunnar 6 já, þetta er ég finn nú ekki lengra yfir þetta hér en þetta er nú líklega aðeins betra á hvítan en svartur er samt solid og ekki auðsigraður í þessu sko en ég er svona ágætt að sína líka sem ég til vera skást fyrir hvítan þar með líkur þessum hlut á grótgarðunum með þessari hugmynd að leika biskup E7 og riddari C6 Já, næst núna ætlum við að skoða þessi plön hjá hvítum þegar hann í þessum hefðbundna grjótgarði það er svartur leikur C6 og þegar hvítur leikur B3 og vil reyna að skipta hérna upp á svartærðabiskunum. Drottning E7 er svona að leikur sem að leikur automatískt það kemur við fyrir biskup A3 og þá hafa menn stundum verið að leika A4 því er best að fara með A5 þá voru komið hérna reit á B4 sem riddarinn getur farið á seinna gegnum A6 reitin biskup A3, drepi, hróki ring segjum G2, það myndi að tefla svona og riddari D7 og hlaðan í upp Sama riddarinn á B4 er svona góður outpost á B4, það er ekkert þetta hrekja neitt í burtu. Já, riddari C2 er annar leikur, B6, riddari C1, biskup B7. Við hefum ekkert einhverja rosa áhyggjur þó að hvítur fari með riddarann E5, þá er C5 ágætisleið og ef það kemur E3 þá er riddari B4 og staðan í upp. Drottning C1 er áhugaverður leikur svo sem. Já, ég held að þetta sé ekki til þess að ágjur af B6 ágætisleið. Hvíti getur dripið á D5 líka. Dripið með E-piðinu. Getur svona eitthvað með. Biskup A6. Ég hef þess að C5 sé ágætisleið bara einfallega hrókur A1, hrókur A8, hrókur F1 og hrókur C7. Í mínum skýringum skráði þetta sem jafna stöðu. Mér sýnist svartur líklega að fara að leika hrókur FC8 næst. Ég held að þetta sé alveg ágætt staða svart. Eða svona jöfn staða allavega. Svo einhverjum tilvikum gæti biskupinn fara á A6 seinna. Taka. Já, maður sjá. Já, við erum búin með þessa línu, afsakið.
A4 já. Biskup B2 er hin leiðin fyrir hvítan að þróa stöðuna. Hrókering, drottning D1 ef hann vil halda sig við biskup A3 planið og skipta úr biskupunum. Það var B5, interesting, bara að muna það alltaf þegar drottning D1, það var B5. Ég verð að taka svona aðeins leið fyrir lið núna, byrja bara á C5, geti þetta svona, B4 og hér verður hvítur að leika rittar 1-5, annars leikur við, það leikur svartur E5 og hann má ekki leika honum það og skipta upp, rittar G4, F4, þetta er svona dæmingir í grótkarta, það er náttúrulega allt lokað og hvítur er með solid stöðu þetta, getur leikir rittar F3, rittar D4 en svartur er væntanlega að fara að leika kongur H8 og hrókur G8 og reyna að búa til sóknartækifæri á kongsvængnum og eins geti drottningin hugsanlega að fara F7 og H5 seinna líka. Já, sko baka. Rittar E5 er annar leikur, B4 áhugaleikur og A5, biskup A6 og þessi stað ætla bara að vera nokkuð jöfn. Sjáum að það er oft valmöguleiki eftir að BB fyrir fram að fara biskupinn á A6 og virkja hann þannig. Nú rittar 1-5 er annar leikur, B3 og biskup A6 og geti allt svona. Hrókur AB8 og svartur stendur betur að mínum að þetta hérna. Þetta er svona tildulega einföld plön fyrir svartan sko. Rittar E5 búið. Biskup A3, það er auðvitað það sem hvítur ætlaði sér upphafi. Þá held ég að þetta er best bara að drepa á C4. Ég held að ég er ekki svo hrifinn að leika B4 hérna sko. Betur að pressa á hvítustöðuna svona með biskup A6. Rittar BT2, getur það svona, hrókur E. Þannig að mjög lokur staða. Og ég held að þetta ætti að vera alveg ágætt á svartan. Geta komið ýmis tækifæri þarna á B-línunni seinna. Baka. Rittar D2, B3, biskup A6. Rittar 1-5. Hrókur C8 er að valda hugmyndin að valda CSS-byggði. Svo setjuleika rittari BT7. Rittari B3. Hér er sniðugt að drefa með drottningu. Og drottning F7. Og svartur undirbýr sem sagt árás á kongsvæng með bæði með F4 og drottning H5 seinna. Og biskupinn á A6 er nokkuð öflugur sýnist mér. Og þá er það já, ég var búið með A4, já, það sé ekki. Það var hérna skák sem Bragi, Hannes lífaði með hvítt á móti Braga Þorfinnssyni. Það teldi hérna
árið 2015 held ég á Íslandsmóti. Þá leik Hannes riddari E5 sem hugsanlega bara nokkuð gott framhald fyrir hvítan. Hrókering, biskup B2, B6, skákinn hann teldi svona. Og riddari C4 sem ágætis hugmynd hjá Hannesi. Það hrókur honi á A8 ef hann dreipur. En Bragi kom með ágætis hugmynd á móti. Vissulega gefur eftir biskupinn en þetta er alltaf lokuð staða. Og almennt eru riddarar ekki svo slæmir í lokaðri stöðu. Biskupar nýtast best í opnum stöðum. Þannig að meðan staðan er lokuð þá biskupaparið telur ekki jafn mikið. Hrókur F7 leik Bragi sem upphrópunarmerki. Biskup A3, drótning D8. Biskup A6 og riddari C6. Þetta er svona. Og Bragi var strax með virkur hérna á C-línunni. Hérna var kannski aðeins ónákvæm með riddari B4 en riddari A7 hefði verið bara fínlega og svart síns mér. Það er alveg ekki að sjá svartu sem einu vandamál hérna sko. Jafnvel þó að hvítur sem biskuparið þá sjá að biskupinn á G2 ekkert merkilegur sko. Þannig að þetta var svona skemmtilega telti á Braga með hrókur F7 þarna. Þetta er svona hugmynd sem vert að hafa í huga. Já, riddari B2 getur líka telt svona. Hrókur C. En leið og hvítur leikur riddari B2 þá hann semst bara, þá var hann aldrei að fara að reyna að skipta upp á svartetabiskupnum. B6 er svona eðlileg þróun, hrókur C. Hér A5, upphrópunarmerki. Svartur auka rýmið og já, riddarinn verður fínn á A6. Gæti þetta svona. A4 er upphrópunarmerki. Ef það er einhver riddari D3 hér þá væri þetta fín stað á svart. Drepur. Gæti þetta svona. Þetta er eins og áðan. Hérna er hvítur með biskupaparið en það er ekki að nýtast af því að staðan er lokuð og hvítur með peðaveikleika. Og ég held að svartur er alveg með mótspil í þessu sko. Já, þannig að þetta er svona helstu leiðir í þessum B3 variant. Já, og núna eftir þá mun ég fjalla þegar hvítur leikur riddari H3 og reynir að skipta upp á F4 á biskupnum. Já, þá er komið að planinu þegar hvítur leikur riddari H3 og sem sagt að undirbúa uppskiptin á svartetabiskupnum með að leika biskup F4. Og biskup D6 er það sem ég ætla að mæla með. Hérna áður fyrir voru menn alltaf að leika C6 strax. Biskup D6, hrókering. Þess að biskup D6 ég kem aðeins betur að þið eftir hvers vegna það er hugsanlega aðeins nákvæmara. Það gefur svörstum aðeins meiri sveigjanleika að bregðast við eftir hvernig hvítur bregðast við. Við erum ekki búin að eyða tempó í C6. Hrókering og C5. C5 gæti virkað svona eins og leið að
að refsa svörstum fyrir að hafa ekki leikið C6 og þá var ekki reytur á C7 fyrir biskupinn. Getur telt svona biskup B2, A5, A3. Hér fær riddari C6 upprópunarmerki. Svartur að pressa á P og B4 og P-keði hvíts. Og ef hvítur leikur B5 þá kemur riddari A7, hótum á B7 og C5, tekið á B6, tekið á B5 og það er bara í uppstaða. Drottning A4. Þá svartur hérna skemmtilegan svarleik B-tröpu C5 sem er góður leikur. Nú ef hvítur hirði kallinn þá kemur biskup D7, hrókur B8, C4 og svo er bara hrókur A8 og hrókur B8 þráleikur þingað. Drottningin sleppur ekki út úr prísundinni. Og þetta er með BP, þá bara drottning D7 og hrókur B8 og biskup A6 að koma með easy game eins og maður segir. Og D-tröpu C5. Drottning E8 fær upprópunarmerki. B5, riddari A7, þá er honni á B5. Nú C6. Já, kannski byrja aðeins á drottning tröpu A5, tefla svona. Sjáum að P-stæðan hjá hvítum hérna, P á A3 og C5 daldi veik. Biskup D7 fær hérna upprópunarmerki. Riddari B5, næri D6 beðið og svo pikkar hann upp A-beðið sem er grófum dráttum. C6, hrókur B8, riddari C3, drepa á C6. Hér er riddari D8 upprópunarmerki. Drottning tröpu A5, biskup D6, svartur stendur betur. Við hótum sem sagt að leika D4 í næsta leik og síðan er honni á B5, þannig að hvítur verður að leika E3, biskup D7, biskup C1 og valda á B5 beðið. Gæti telt svona. Já, svartur er með betra hérna, auðvitað peð yfir. Þannig að þetta er svona, já ef hann leikur C5 sko, en það er nú sannlega ekki sterkasta framhaldið hjá hvítum. Já, áður en ég fer yfir aðaleikin hérna sem biskup F4 þá ætla ég að sína hvað gerist þetta B3. Nú hvítur vill leika biskup A3 næst, en að því við erum búin að spara okkur tempóið með að leika ekki C6 á hann, þá getum við drepa á C4 og leikið C5 og staðan breytir svolítið karakter. Það gæti telt svona, biskup A3, riddari C6 upprópunarmerki, drottning A5, E5. Þetta er sem sagt líklega besta framhaldið fyrir svartan hér að leika drottning A5. Og vera smá gráður, en svo gefum við piðið tilbaka. Og þessi stað er jöfn. Ég heldur bara aðeins svona sína þetta.
En ef við hefum leikið C6 þá hefði hvítur alltaf átt B3 og biskup A3 sko. En þá förum við í aðarleikin, biskup F4. Biskup F4. Þá er best að svara með biskup 1-7. Hugmyndin með því er að rittarinn að H3 verði svolítið úr leik. Oft er svartur að fara að leika H6 og G5 og reyna að tryggja það að rittarinn að H3 verði alveg átt. Ég skal bara sína hvernig það getur telst. Rittari C3 þá bara C6 líklega best. Dronning C2, rittari C6, hrúkur D1, H6 og svartur að tefla gegn hvítum mönnunum á kóngsvæng í rauninni. Biskup E5, G5, rittari C3, rittari 1-4, C-tribur, E-tribur, E3, biskup 1-6 og þetta er bara í uppstað. En við sjáum að rittarinn á H3 er svona problem piece fyrir hvítan í augnablikinu. Svona plön í náinni framtíð getur verið dronning D7 og F4 í einhverjum stöðum. Það vísi ekki kannski núna en já, til dæmis. Skulum baka aðeins. Rittari D2, H6, biskup. Já, ég ætla að byrja hérna að setja upp D5. Þá farum við rittarinn á C6. Hótum við þetta á D4. Rittar B3, G5, biskup D2 og A5 og sem er góð leikur. Svartur stendur betur líklega hérna bara. Þessi peðastaða sko að H6, G5 og F5 er mjög solid þegar peði valda hérna biskunum með þetta C8 og það tekur langa tíma fyrir hvítan að koma þessi rittar í gagnið á H3. Biskup E5, G5, það er upprápunarmerki. Nú hefum við leikur F4, þá er það bara rittari G4, dronning B3, C6, biskup og jöfn staða. Og rittari C6 hérna og þetta er jöfn staða. Þannig að þetta er sniðugt að fara með biskupinn tilbaka á E7 og þá er maður að spyrja svartan hvítan á því hvað þessi rittari sé að gera í rauninni á H3 og lítur frekar illa út. Já, að lokum ætla ég að fjalla þetta þessum dronning C2. Þá C6 best fyrir svartan. Biskup F4, þá kemur biskup E7 eins og áðan. Rittari C3, þá rittari H5 góður leikur. Já, hrókur A-D1, nú segjum biskup D2, þá G5 sterkuleikur, hrókur A-D1, F3 og hér gæti rittari B6 verið leikur en ég sé ekki að því að taka bara hérna á C4, E4 og leika rittari B6, ég held þetta sé svona bara í jafnvægi sko. Svart er náttúrulega peði yfir augnablikinu. Hrókur A-D1 þá gefur hvítur biskupinn frá sér. Rittarinn hoppar hérna á betri reit á F4. Rittar A6 upprópunarmerki. Svartur milloft leikar rittari C7 og
Svo getur hugmyndin verið að leika biskup D7, biskup Einar 8, G5 eftir það. Þannig að verður að leika rittari C7 til að valda E6 beðið sko, annars kemst biskupin ekki á E8. Segjum C-drepur, E-drepur, E3, G5 bara upprópunarmerki. Það er sannlega einfaldast lausnin fyrir svartan hér og leikar rittari B4 og jöfn staða. A3, það tekur alveg B4 reytinu þetta, rittari C7, rittari D3, biskup D7, rittari 1-5, biskup 1-8, þetta er svona svipað ég var að tala um áðan, E3, biskup H5, biskup Davíð 6, B4, A5 sterkuleikur. Nú, ef hann leikur B5 þá er ég með hérna eitthvað framhald B4 og svartur sem sagt ræðist á rittarinn A4, counterinn felst í því. Biskupinn á H5 er lúmskóður og valdar D1-reitin. Dronning B2, A-drepur B4, A-drepur B4, dronning 1-7, C5 og hér er Gunnar 5 sterkuleikur, rittar 1-2, biskup drepur og G4, fyllt eftir með H5 og H4 og svartur ætti að standa ágætlega hérna syns mér. Það er hvítreytur biskup gegn hvítreytum peðamúr, hann er kannski ekkert mjög virkur biskupinn og rittarinn á B5 hérna setna. Þar með líkur þessum túr mínum grjótgarðin. Að vísu til fleiri línur náttúrulega fyrir hvítan. Maður getur náttúrulega ekki fjallað allt, ég vildi svona aðalega fjalla þegar hvítur fer með biskupinn hann á G2 og reynir svo að skipta upp á svarthærða biskupnum. Já, þá bara þakka ég fyrir mig. Takk fyrir.